Já, góðan daginn og verið velkomin í Sanna Reykjavík. Við ætlum að ræða þessa fordæmalausu stöðu eins og ríkissátta sem í kallarana þar sem að verkafólk sem vinnur á 7 hótelum innan Reykjavíkur að fara í verkfall og hingað til mín komin hann Karl Heiðin Kristjánsson sem að skipulagði mótmæli í gær við Héraðsdóm Reykjavíkur. Blessaður. Hæ, já, gaman að vera saman aftur í þætti. Já, en komin tími til. En það var kannski helst einmitt sko að samningsnefnd Eflingar ákvað að fara með inn í Héraðsdóminn og ég yfir helgina að fylgjast með þessum fréttum var bara ég náði varla að sofa sko, þó ég var að vinna á tvöföldum vöktum að því mér fannst þetta allt svo rosalegt og bara langaði svo einhvern veginn að gera það sem ég gat til þess að hjálpa. Þannig að við ákvaðum að reyna að smala eins mörgu fólki og við gátum upp í Héraðsdóm Reykjavíkur til að standa þarna og sýna að við stöndum með þeim í Eflingu, fólki sem á launum sem duga ekki fyrir grunnframfærslu og þetta bara svo svakalegt einmitt að þá á að skikka þið bara til þess að taka upp samning sem að lýðræðislega kjörin stjórn Eflingar búin að hafna. Skikka segiru, það fólk talar að það ef ekki bara leiða að kjósa lýðræðislega? Já, þau reyna með að selja þetta þannig og það fyrir alveg óbúðslega mikið í taugarnar á mér. En þá ekki minnst á einmitt þessar kvaðir? Akkurat, þú þarft að fá 25% af öllum kjörgögnum í Eflingu til þess að segja nei. Þannig að ekki nóg sko með það að kjörsóknin þurfa að vera 25%, heldur þurfa 25% allra að segja nei, svo þessi hægt að neita þessari tillögu. Og það hefur aldrei gerst í sögunni held ég, allavega ekki á síðustu áratugum að kjörsóknin sé svona há. Já, þessi lögvísd sem að gera þetta svona, þeim var mótmælt nokkuð harðlega þegar þau fóru í gegn. Ég ekki alveg viss hvenær það var, en þetta náttúrulega bara fáránlegt af því að ef við tökum og skoðum hvernig kjörsókn í svona almennt í svona hreyfingum, að til dæmis var ferð þegar þau kusu SGS-samningina, það var held ég 11% kjörsókn þar. Já, ég sá dæmi, það var dæmi af litlu verkalýðsfélagi út á landi fyrir nokkrum árum sem að kaus einmitt svona sáttatillögu og það voru, ég held að verið 20 mann sem hafi kosið, 18 kusu að fella tillöguna, en hún var samt samþykkt vegna þess að það var ekki nóg há kjörsókn sko. Og þetta er mjög ólýðræðislegt en það verið svo farið fram hjá fullt af fólki þessi klásúla. Og þessi 25% við erum í Eflingu, þetta eitthvað 5.500 manns, fólk búið að taka þetta saman. Þannig að ef það yrði kosningum þetta og 5.500, 25% Eflingafólks myndi segja nei, en bara einn af þessum 25% segði já. Og þá gengur SGS-samningurinn yfir Eflingu. Já. Og þau minnast ekki á þetta í fjölmiðlunum á RÚV og í Kastljósi mikið. Nei. Skauta fram með þessu. Ef við byrjum svona frá byrjun, þá byrjar þetta náttúrulega þannig að Starfsgreinasambandið og VR samþykkja samning við Samtök atvinnulífsins, en Efling ætlar ekki að fara þá leið, benda meðal annars á það að kostnaðurinn, verkafólki á þeirra vegum býr að langstærstum hluti Reykjavík og framfærslukostnaðurinn mun hærri, það búið að sýna fram á það með gögnum. Stefán Ólafsson benti á það að húsnæðisliðurinn væri að vega mun þyngra heldur en til dæmis matvælakostnaður og bensínkostnaður út á landi, þannig að manni sýnist eins og rökin sjálfur skoteld sko þar og hvað gerir síðan? Þá einhvern veginn hefst dansinn. Tekið mark á þessu hjá honum Stefáni sem skrítið að því að það eru dæmi þetta í London og fleiri borgum þar sem þetta svona, að því að það bara þannig að leigan og húsnæðiskostnaður hærri í þéttbýlunum. Mér finnst skrítið hvernig það ekki tekið mark á þessum rökum. En náttúrulega grunnpunkturinn sá að ef fólk að vinna fulla vinnu og þá að gefna því að lifa út mánuðinn, það ekki lagi. Nei. Það ekki lagi. Það þarf að stoppa það strax og það fyrst á nummer 1, 2 og 3. Já. Þú veist. Og síðan kemur ríkissáttasemjari, Efling bara, þau mættu SA með 3 gagntilboðum, þannig að það var samningsvilji hjá Eflingu, þvert á það sem við höfum heyrt í fjölmiðlum. SA kom aldrei með neitt, Samtök atvinnulífsins kom aldrei með neinn gagntilboð, en samt narratífið svolítið þannig að Efling sé forhert og vil ekki sýna neitt samningsvilja. En og þá kemur ríkissáttasemjari og lýsir yfir fordæmalausu stöðu. Það séu verkafólk á 7 hótelum í Reykjavík að fara í verkfall og maður áttar sig ekki alveg á því hvað fordæmalausu það, en jæja, og þá kemur hann með svokallaða sáttatillögu. Akkurat, sáttatillega sem bara samningurinn sem að SA vill að Efling taki upp og akkurat sko að segja þetta að það sé engin samningsvilji hjá Eflingu þegar þau eru búin að reyna nokkru sinnum að koma á móti og fara aðeins aftur með kröfur sínar til þess að ná lendingu og segja síðan þetta og halda því upp í fjölmiðlum eins og það séu ykkur óvíkjandi sannindi sko. Og við sjáum hvað áráðurinn líka effektífur sko, að fólk virðist trúa þessu, já þetta var alltaf planið hjá Sólveig alltaf í verkfall og það var engin samningsvilji og svona, það bara magnað að sjá
ólíklegasta fólk að taka þetta bara upp og halda þessu frammi þegar sannleikurinn allt annar. Þetta kannski búið að maður teki eftir umræðina að það hefur verið afhjúpastur í mörgum hversu óhlutlausir fjölmiðlar á Íslandi eru, hversu grímulausir eru þegar kemur að umfjöllun verkafólk. Við sáum dæmi í gær að það var í fyrsta skipti tala við, allan með fyrstu skiptun hafa verið að tala við innflytjenda eða verkamann pólskum uppruna sem var að vinna fyrir Strætó og það leit bara mjög vel út. Heyrðu, loksins komin tími á viðtal við einhvern sem verkamaður á erlendum uppruna, en þá var kallaður til Strætóbílstjóri til þess að tjá sig verkfall hjá láglaunaþernum og þetta svo grímulaust einhvern veginn, hvernig þetta alltaf birtast. Það bara að tala við sérfræðinga sem að vinna í HR, það ekki talað tengslin á milli Halldór Benjamín sem í stjórn HR og alls þessa fólk sem að tjá sig. Þannig að kemur þetta óvart? Já, mér finnst þetta kannski ekki óvart sko, en þetta samt svo mikið að manni blöskrar smá sko, sérstaklega að fá, ég myndi vilja heyra meira frá strætóbílstjórum og verkafólki á RÚV, en þú veist, þá voru þá að finna fólk sem að sko þetta varðar. Þessi strætóbílstjóri ekki að fara að lifa undir þessum samningum. Nei, það ekki talað við. Það ekki hans mál. Það ekki búið að taka viðtöl svo ég viti við verkafólkið á þessum hótelum. Já, hvernig væri það einmitt? Það svo skrítið. Og þegar Sólveig kemur og að fara að skýra eitthvað, þá sjáum við að hún fær kannski 5-10 mínútur þar sem hún að tala og svo koma, þú veist, bara hagsmunaaðilar auðmanna og auðvaldsins, þeir koma bara í hrönnum, bara 1, 2, 3, 4, 5 og fá bara risa pláss, þú veist, forstjóri Íslands hótela og eitthvað og voru að segja að þetta muni setja samfélagið á hliðina og með hræðslu áróðurinn og fjölmiðlamenn ekki nógu duglegir að koma með sannleikan á móti, til dæmis með þessa sáttatillögu, þú veist, þessa miðlunatillögu að það í rauninni de facto ekki hægt að hafninni. Það ekki hægt að hafninni og það væri mjög áhugavert að fá einhver viðtöl eða eitthvað við starfsfólki sem þarna. Mér skilst það þessi mikið af flóttafólki frá Úkraínu sem að vinna þarna og það mjög sérstakt að sjá fólk sem styður ákveðna flokka sem hafa verið að flagga úkraínskum fánum og bara, þú veist, hvetur til þess að við tökum við sem flestu flóttafólki. Það einhvern veginn leggst gegn baráttu fyrir þetta sama verkafólk og það einhvern veginn að maður svolítið þetta svolítið sérstakur raunveruleiki til að lifa í. Maður velti því fyrir sér bara hvers vegna það sé ekki hægt. Já, algjörlega, þetta mjög skrítið sko. Og akkurat sko. Já, og svo náttúrulega verið að stefna á fleiri verkvöll. Það voru fréttir í dag það að bílstjórar á verkafólk sem eru bílstjórar á Samskipum, Skeljungi og olíudreifingu og hótelum Berjaha hótels sem voru áður Hótel Icelandair, þau séu undirbúið verkvöll líka. Þannig að það meira í bígerinn en samtök atvinnulífsins þau ætla að kæra málið til félagsdóms og segja að og hneyksluðust á fögnuðinum sem var í gær vegna sigur kost eða þess að það var samþykkt að fara í verkvöll og líktu Sólveigu við smábarn í sælgætisbúð. Það var eitt vinnur okkar sem bjó til smá mím sem ekki komið út sko, en þá snýr hann þessu við þar sem að Halldór Benjamín var í sælgætisbúðinni sko, með hátt í 5 milljónir á mánuði sko, það nú aldeilis sælgætisbúð sko. Já, nákvæmlega. En það samt svo, mér finnst eins og þetta sé svolítið svona, þetta alltaf koma að einhverju örlaga mómenti sko, að allt lagt undir núna, hvernig þau eru að vona bara að fólk áttur sig ekki á því hvernig þetta í alvörunni og þeir geti haldið upp sínum punktum bara sem þeir reyna að gera, þú veist, þetta muni setja allt samfélagið á hliðina, þau í Eflingu hafa engan samningsvilja, Sólveig Anna bara að reyna eins og einn fyrir utan héraðsdóm í gær, þegar við vorum að mótmæla eða á samstöðu fund, hann sagði við mig sko að Sólveig Anna að nota ykkur, hún að manipulera ykkur og nota ykkur og ég reyndi svona þræta fyrir það sko, hann var bara labbandi í burt en þú veist, gerir fólk sér ekki grein fyrir því að síðan að Sólveig kom inn í Eflingu þá hefur hún virkilega náð að bæta stöðu félagsfólks Eflingar og hún búin að ná að miðla upplýsingum frá félaginu til félagsfólks á réttum tungumálum sem var ekki gert mikið fyrir fórustan virtist vera bara fáránlega samdöina því arðráni og því ofbeldi sem við gengst þegar fólk sko er að vinna helling en á ekki fyrir grunnframfærslu að hún kemur og tekur á þessu þannig að þegar fólk er að segja að Sólveig Anna sé einhvern veginn að ráðskast með fólk eða eitthvað þannig þegar hún er að ná raunverulegum kjarabætum fyrir fólk og þegar hinn aðilinn, samtök atvinnulífsins og margir fjölmiðlar
og margt áhrifafólk verið segja að hún hafi engan samningsvilja og sé bara, þú veist, ég veit ekki alveg hvað þau eru að meina, sko. Hann sé ykkur svona valda bara power trippi, sko, þegar raunin að það verið að ná alvöru kjarabætum. Já, og að fólk hneykslist á því að það sé verið að sko hleypa út úr sér einhverjum sterkum orðum og verið að hóta verkfalli. Hvað er svona nýtt við það í verkalýðsbaráttu? Á hvaða stað erum við komið þegar það er orðin einhver hætta fyrir þjóðfélagið? Nei, akkurat. Ég reyndi að segja við mann í gær, sko, að svona hefur alltaf árangur náðist þar sem að fólk hættir að vera meðvirkt og það segir bara hingað ekki lengra og talar tæpu tungulaust og ég meina í þessu að það sem Sólveig segir er mun hófara en það sem hefur verið að segja hana, sko. Þannig að hún er bara að svara eins og maður ætti að svara fyrir sig, finnst mér, þegar það komið svona fram. Já, en málið var sem sagt tekið fyrir í gær, það var það var Efling neitað að afhenda gögnum kjörskránum sinni til ríkissáttasemjara sem að ætla að boða til kosninga hans svokölluðu sáttatillögu. Hvað gerist eftir að málið fór fyrir dómi í gær? Þessu var frestað fram á föstudag, þannig að það er spurning hvað gerist, en nú er einmitt verkfalls aðgerðir að fara að byrja bara býstu við, þannig að þetta er mjög skrítin staða. Já, og þetta er svo sannlega fordæmalaus staða. Það var aldrei neitt svona mál komið fyrir dómaður. Akkurat. En svo velti maður líka fyrir sér fordæmin sem þetta setur, sko, ef þetta næri gegn, er þá ríkissáttasemjari í rauninni komið bara öll völdin í kjarabaráttu og hann getur hreinlega þvingað tilboði Samtaka atvinnulífsins á verkafólk og búa til svona, hvað skal segja, rússneskra kosninga, það sem að, þú veist, það er niðurstaðan fyrirfram ákveðin. Niðurstaðan er fyrirfram ákveðin, einmitt, akkurat. Yfirgnæfandi líkur á því að sú niðurstaðar fengist, af því að þetta er því svo stuttan tíma sem þessar kosningar væru, sko. Og eins og VFR sem er svona sambarilega stórt verkalýðsfélag, þú sér það kjörsóknin þar mjög lítil. Og ég mynd, þau voru nokkuð með okkur úr ASÍ, unglega ASÍ, sem voru á samstöðufundunum í gær og það var eitt sem var að benda mér á það, einmitt, ef að þetta fengi fram að ganga þessi miðlunartillaga og síðan yrði kosning og segjum að kjörsóknin yrði kannski 11-18% og þar yrði kannski neitatillögunni en út af því að kjörsóknin er lág þá fer tillagan í gegn. Ef að verkfallsaðgerðir myndu samt halda áfram eftir þessa þvingun að þá yrði bara víst að beita lögregluvaldi. Já, færa fólki í árn. Já, og sérstaklega víst sko fórystu Eflingar. Og það verða viðurlög og dómur við því væntanlega. Mér heyrðist það sko, en ég er ekki lögfræðingur einmitt, en akkurat þetta er svolítið fordæmalaust heyrðist manni. Já, við erum á einhverjum skrýtnum stað þegar fólk er allan að fara að hugsa þetta, við vitum ekki hvort er alveg 100% rétt, en þegar fólk er farið að pæla í þessu þá vitum við að það er eitthvað skrýtið ástandinn í gangi þegar verkfallsaðgerðir eru svona nánast alltaf farnar að vera ólöglegar. Nei, mitt. Og nú styttist náttúrulega kjaraviðræður Reykjavíkur við stéttarfélögin, það verður í vor, við munum hvernig það var síðast þegar leikskólastarfsfólki fór í verkfall og náði fram gríðarlegum kjarabótum og við höfum talað við slatta af leikskólastarfsfólki við Sanna og þau eru mjög þakklátt fyrir, þau segja staðan væri bara, sko, hún væri tífalt verri ef að þau hefði ekki náðu sem kjarasamning sem náðist á, þráttur hún síðan slæm hún er núna staðan, sko, þannig að maður velti fyrir sér, sko, ef að þetta næri gegn, hvernig ætlar, sko, ég held að það velti svolítið mikið á hvernig núverandi kjarasamningar fara, hvernig Reykjavík ætlar að hegða sér. Þetta verður fordæmi líka fyrir því hvernig Reykjavík ætlar að hegða sér í næstu kjaraviðræðum. Það eru glega, sko. Það er gott að hann Þórarinn formaður hjá Samiki, hann virðist ekki verið hrifinn af þessum SGS-samningum og segir að hann ætla ekki að láta þau vera alveg fordæma, eða gefa sér fordæmi fyrir hvernig þau ætla að ganga fram, sko. Nei. Þannig að maður vona bara að þau standi föst á sínu og krefist því sem að þau þurfa til þess að lifa almennilega af laununum sínum. Já. Og þá má fara að tala við fleiri strætóbílstjóra og svona, já, sem eru hjá Samiki. Einmitt. Maður velti fyrir sér hvort að RÚV gerir það ekki fyrst þau eru byrjuð. Þá kannski fara að tala við ykkur aðra verkamenn sem eru ekki í því félagi og finna þann sem er ekki sammála og vil bara vera samþykkur því að fá skýta laun sem er stórfurðulegt hvernig það gerist. Já, maður velti fyrir sig hvernig það fer og fólk náttúrulega hneykslaði skífulega á því að Sanna væri að taka þátt í það var gengin í Ráðhús og hún sem sósíalisti, vinstri flokkar styðja verka fólk en þannig að ég gerir fastlega ráð fyrir að við sósíalistar stöndum með Eflingu og öllum stéttarfélögum sem taka átt í kjarabaráttu Reykjavíkur og gerum allt sem við þurfum til þess að bara veita liðsinni, sko. Já, við erum sósíalistar og mér finnst ofta að fólk er að tala um svona hlutleysi og það þarf að ganga meðalveginn og treysta á eins og fyrirvinnandi ríkissáttasemjari er að segja núna og líka vinnumálaráðherra
að hann treystir ekki sáttasemjara og hann ekki að stíga inn í og þetta svona dæmi sko, og sumir stjórnmálamenn meira að segja frá Samfylkingunni að segja að stjórnmálafólki ekki endilega vera að skipta sér af þessu en það er svo fáránlegt af því að þú veist, væntanlega erum við að reyna að bæta líf fólks og gera eitthvað gott og þetta er eitthvað mjög mikilvægt þar sem bara kjaramál fólks sérstaklega á þessum tímum sem við erum að sjá verðhækkanirnar og verðbólgan og allt húsnæðismarkaðurinn er í bara algjörum ólestri þannig að mér finnst bara fáránlegt að koma sér ekki og láta þetta sé ekki varða sko. Já, og ef að borgin raunverulega vill sko minni læti í kjaraviðræðum þá ætti hún að gera betri húsnæðismálum. Það virðist vera sterkasta og stærsta rótin í því að fólk eru óánægt með kjörið sína því að það fer alltaf 70% af tekjunum í húsnæðisliðin. Það var náttúrulega verið að kynna einhvern húsnæðissáttmálum daginn við hérna ríkið en mér sýnist hann ekki ganga nærri nógu langt. Mér finnst þetta að vera meira eitthvað hjal heldur en aðgerðir sko. Það er verið að tala um að 30% íbúi eiga að vera á svokölluðu viðráðanlegu verði og þetta er allt mjög loðið sko. Og þá var einfalda regluverkin sem að eru greinilega ekki nógu einföldum þegar samkvæmt þeim sko. Það er náttúrulega, það er miklur í meira og minna öllu húsnæði á vegum borgarinnar og þökin eru byggð flöt þannig að margir tala um að það sparnaður sem félist í því turkist nú hratt út þegar miklunar byrji sko. Það hljómar ekki vel sko að má ekki við því að fækka regluverkum. Ég vann nú í einhverju 2-3 ár sem málari og maður sá hvernig þetta var oft gert að það var nógu erfitt að fylgja þeim reglugerðum sem eru til staðar sko. Það er verið að flýta sér og svona sleppa ákveðnum hlutum og annað. Þannig að ef að borgin ætlar ekki, sem hún virðist ekki vera að gera, að fara að breyta einhverju svona raunverulega breyta húsnæðismálunum, þá er þetta sem koma skal bara næsta áratugi harðar kjaraviðræður vegna þess að húsnæðismálin er algjörum ólestri og því er ekkert að kvarta undan því. Og uppbyggingin er mitt eins og þetta segja, uppbyggingin ef að 30% íbúðum eiga að vera á viðráðanlegu verði og mér minnir að það hafi verið að 15% eru félagslegar íbúðir. 5% þau lækkuðu þetta, já. 5% það er engin breyting þar á en þau kynntu það sérstaklega eins og það væri eitthvað svaka, þetta er bara 5% eins og hefur verið. Já, akkurat. Þarna er bara verið að fara í massa uppbyggingu á forsendum markaðsins. Þannig að sem við munum örugglega sjá býst ég við er að bara áframhaldandi ástand eins og það er. Leigusæknin verður meiri og meiri. Án regluverks. Það er svo stjórnvöld vilji fleiri á leigumarkaðin en það mun engin regluverk fylgja því. Þau vilja ekki leiguþak einu sinni heldur. Sem væri eitthvað sem getur virkilega komið inn í leikinn og aðeins bætt úr stöðinni og þetta er líka svo sorglegt að því að maður veit að það er hægt að gera hluti eins og þau voru að gera í Noregi bara fyrir 2 árum held ég að hafi verið þá settu þau bara inn í vona flestir sem búin að heyra þessu að þetta er bara hljómar eins og eitthvað sem við ættum að gera bara strax að þegar að eignafólk er að kaupa upp íbúðir ef þau eru komin með kannski 4 íbúðir og þau eru að kaupa 50 íbúðina þá í Noregi kikka bara inn sér skattar á lántökuna þeirra þannig að það enda þannig að það borgar sig ekki fyrir fólk að vera að kaupa upp fullt af húsnæði í fjárfestingaskyni til þess að hagnast bara og þetta er bara einföld reglugerð sem að þau setti í gegn og hafði afdrifaríkari og áhrifaríkari áhrif en þau byggust við en þróunin er að snúast við og eins og samtök leigjenda hafa verið að benda á að 63% nýra eigna eru bara búin að vera að fara til eignafólks sem á nú þegar hús og þannig að það er bara að ýta undir þessa leigusækni á markaðinum og ef það er ekki einhvern veginn komið á móts við það reynda að sporna við þeirri þróun þá heldur það bara áfram væntanlega. Og það verða bara harðar kjaradeilur og það verða verkföll og það er bara það sem koma skal þá og þegar verða að tala um að stjórnmálamennir eigi ekki verið að skipta sér að þessu þá var það nú þannig að Davíð B. Eggertsson borgarstjóri hann steig inn í deiluna síðast og tryggði það að launin hækkuðu nú herra heldur en að átt að vera uppálega þannig að hann er náttúrulega skilgreindur sem sá aðli sem á að vera hinum með borðið í kjaradeilum þannig að þetta alltaf þegar hólminn er komin þá stígar stjórnmálin inn í það er bara svoleiðis. Já, akkurat og oft er þetta hlutleysi sem þau tala um það er oftast bara í hag náttúrulega status quo en núverandi stöðu þannig að ef þú ert sigurvegaran í því status quo eða stór leigusali eða svoleiðis að þá græðir þú á því að vera hlutlaus og allt það sko en ekki þau sem eru undir framfærslu við með þó þau séu að vinna og þannig að ekki um öryrkja og fleiri sko. Já, akkurat. En já, eins og við segjum, þá varst að skipuleggja mótmælin í gær og heldur að verið þörf á fleiri mótmælum á næstunni? Já, það held ég, örugglega. Ef þau halda áfram að pressa þessi gegn og reyna bara að beita þessu bara svona valdi þá mun ég vilja gera allt sem ég mögulega get til þess að linna baráttunni gegn því lið
og ég vona bara að fleiri komi með að standa með Eflingu, standa með félagsfólki Eflingu, standa með samningsréttnum, standa með verkalýðshreyfingunni, standa með réttlæti, standa með mannúð. Fólk á að fá nóg af peningum að það vinna fulla vinnudaga til þess að framfæra sér og sjá ágætlega sig og sína. Þetta bara grundvallaratriði og ég held að allir séu sammála í grunninn sem eru góða manneskjur, þú veist, en áróðurinn er frekar effektífur oft og lætur fólk svolítið missa marksaði sem að gerast í alvörunni. Já, ertu bjartsýnn á framtíðina hjá verkafólki? Hvernig heldur þetta? Það er mjög vongott að sjá einmitt og mjög gott að sjá hvernig ASÍ hefur komið algjörlega á bakvið Eflingu í þessu atriði, af því að við erum búin að vera að sjá hversu tvístra allt er búið að vera, en nú eru þau að sameinast og líka bara hvað Eflingar gefa gott fordæmi með vinnubrögð sín að lýðræðisvæða svona mikið. Já, segð okkur aðeins frá því hvernig fólk hefur mikið talað að Sólveig Anna sé stalinisti sem að stjórni með harðari hendi Eflingu. Hvernig, þú segir þetta sé mjög lýðræðislegt, viltu útskýra það fyrir okkur? Já, þetta er einmitt mjög írónískt af því að hún er búin að, eins og ég var að segja áðan, að þá það er mikið erlendu fólki sem vinnur í Eflingu og Efling síðan að Sólveig kom er búin að vera einbeitað á það að gefa út efnið sitt á tungumáli sem fólk skilur og svo er það bara iðulega þannig að þegar það eru verkfallsaðgerðir í gangi að þá stendur fólki til boða að kjósa og taka þátt í þeirri ákvarðanatöku. Það er kosið inn í samningsnefndina og samningsnefndin með forystunni kemur kröfugerðina og síðan er kosið kröfugerðina og þú sér bara hlutfallið af fólki sem er að taka þátt í starfinu er að hækka og búið að snarhækka miðað við hvernig það var. Mikil þáttaka í verkfallskosningunum, 66% þáttaka sem er bara alla sést í mjög langan tíma, þannig að já. Akkurat og ef að fleiri verkalýðshreyfingar taka þessu fordæmi og ekki bara verkalýðshreyfingar heldur líka bara fólk almennt, átt að segja á því að við eigum að vera að taka meiri þátt, það virkilega vegur ef við erum fleiri að setja, að leggja hönd á plóg og vera með að við náum árangri þannig og þannig hefur það verið og þannig mun það vera. Þannig að það er það sem gerir mig vongóðan en það sem gerir mann líka það sem lætur mann hafa veldur sem áhyggjum er að sjá einmitt hvað auðvaldið er að leggjast hart að Eflingu núna. Já. Og ég held að sé að því að þau vilja einmitt fyrir þeim svona leikja fræðin á bakvið þetta er að þau mega alls ekki leyfa Eflingu að fá betri samninga en SGS og VR skrifuð undir af því að það sýnir fólki alveg bara svart á hvítu enn og aftur að aðferðir Eflingar og Sólveigarinu virka, skila árangri fyrir félagsfólkið. Já, verkvöld virka. En kannski áður en við hættum, þá langaði mig aðeins að því við erum báðir í ungum sósíalistum, mér langaði kannski aðeins að ræða bara starfið hjá okkur, þú veist hvað, við fundum í hverju viku, eða fundur í kvöld. Viltu segja okkur kannski aðeins frá starfið ungra sósíalista? Já, þetta er grassrootastarf náttúrulega og ég held að sé með flestar unglingahreyfingar að þær eru og gera það sem að fólkið vill sem kemur og sinnir því starfi og við erum búin að vera núna báðir í hátt í næstu 2 ár með hreyfingunni og í ungum sósíalistum virk og við sjáum hvað þetta breytist, það sem við erum að gera er svolítið bara breytilegt með að við hverjir eru þarna og hvað fólk vil gera. Þannig að já, akkurat, ef að fólk vil koma þá getið verið vissum að þið getið haft bara, þið getið svona sett ykkar stempil á unga sósíalista, þetta er náttúrulega bara algjörlega eftir. Algjörlega, fundundir eru á þriðjudögum klukkan 8 og við erum alltaf opin og erum mjög opin fyrir hugmyndum. Já, fundur á eftir. Fundur á eftir einmitt og klukkan 8. Ef þið viljið koma og eru með hugmyndir eitthvað sem þið viljið gera, þá erum við alltaf opin fyrir því. Núna erum við kannski helst að einbeita á svona ákveðna félagsvirkni, við erum með bíókvöld og við hittumst kannski á einhverjum börum við sem höfum aldur til og líka erum að búa til miða á dót sem við erum fara að dreifa og memes því að maður þarf að koma á móti inn í hugarheiminn, koma á móti því sem mainstreams fjölmiðlarnir í eigu auðmannamargir er að gera, þannig að við erum nokkuð verkefni á dögunni með það að gera. Já, akkurat. Þannig að við hvetjum ykkur til þess að taka þátt í starfi ungra sósíalista. Það er eins og við segjum fundur eftir klukkan 8, þannig að ef þið eru yngri, ef þið eru 30 ára yngri þá endilega mætið, en ég held við segjum þetta bara gott í bili. Takk fyrir spjallið, Kalli. Takk sem leiðis. Og við sjáumst á föstudaginn, þá verður Sanna með þátt. Góða stundir.